nýtt. Það komið svo til nýtt. Heyrðu. Nýjung. Það að droppa sturlaður þáttur á þriðjudaginn. Við erum að fara inn á Sprengisvæði. Þið þurfum að standa með okkur. Við erum að fara að taka blóðmerahald. Við vitum ekki á að banna þetta, á að leyfa þetta. Vitið hvað við getum gert? Við getum leyft ykkur að kjósa það. Frá og með næsta þriðjudegi, þá hægt að gefa okkur feedback inn í Spotify. Þar sem að við verum með könnun. Poll. Já, poll. Á að leyfa blóðmerahald, já eða nei. Og mér sýnist að eingöngu vera inn á í símanum. Já, í símanum á Spotify. Já, allavega, það er ekki í þessum þætti. Í þessum þætti og öllum þáttum sem þið hlustið á pinginu eftir þetta, gefið okkur feedback. Það er hægt að gera það beint. Við elskum að fá feedback, aðhald. Næsta þriðjudag, skrifið það hjá okkur. Poll, á að leyfa blóðmerahald. Ég veit ekki með þetta. Föstudagur. Ekki föstudagur langi samt. Dagur depurðar. Að það? Já, ég er upplifað mikla depurð. Búið að vera depurð á þér í vikunni. Það er allt rautt, það er allt svart. Búið að vera smá depurð í vikunni svona á ýmsum stöðum. Það er allt í fucking steik. En grænt annar staðar. Já. En jú, þetta var nú... Þetta er þáttur aðhalds. Ég líka maður er ekki búin að fá sent neitt annað heldur en bara einhverja leiðrétt ykkar. Já, herðu einmitt, þú ert með eitthvað bilaprógram í því í dag. Já, þetta er bara dagur aðhalds, dagur depurðar. Já. Það þarf að sinna því líka. Ég hendi mér henni digg-kúlu, ég þarf að fá eina kúlu. Hendi mér henni kókoskúlu frá digg. Við erum auðvitað digg-maður. Herðu, drápan sem ég samdi, hún er bara komin á flug, maður er farin að heyra þetta bara út í bæ. Já. Góðum með það síðustu setninguna. Maður sjá. Var það ekki digg? Oh digg, it's good. God damn, it's good. It's some sort of a superfood in coffee breaks or evening snacks. It makes sure my joy is back. Já, Já, ég man þetta. Ég samdi þetta líka bara í haustum. Já. Ég var í uppvaskinu hérna inn í Seðlabankanum og var bara nýbúin að éta diggs náttúrulega. Ég var að senda þetta á Úlriku. Já, digg, Sendum myndskilabóð á Úlriku. Já, Founderinn. Já. En digg, þetta er heitasta millimálið í dag. Já, þetta er mjög gott. Þetta er alveg klálega eitthvað sem við mælum með. Nýtt slógan. Erum búin að vera að éta þetta hérna. Diggs gegn depurð. Ég er ekki lengur dabur. Diggs. Ég var að fá mér eina kókoskúlu frá Diggs. Þetta náttúrulega heitir digg, en þú veist, mér finnst bara eitthvað svo töff að kalla þetta diggs. Já, þú átt alltaf að sleita greini með öllu. Eins og Auðun með einu enni. Pingjan með einu enni. Þetta fæst nú út alla trissur. Þetta er meðal annars í Hagkaup, Krónunni. Svo er þetta í apótekum hér og þar. Lyf og heilsu, Íslands apótek sem leist 10-11. Laugavegi á Austurstræti, að minnsta kosti. Er það rétt að þú... En eitt Víkurskáli og ég veit ekki hvað og hvað. Ert þú að vinna með tvennu tilboð á apótekum? Nei. Eitt gummi og eina diggkúlu? Nei. Digg, tjekkja á þessu. Við erum líka með Lavazza hérna. Við erum að sulla Lavazza. Við erum búin að vera að sulla upp alla veggi hérna í morgun. Það er búin að vera mikið... Við erum búin að vera svona hæpaðir. Ég er búin að drekka mér skjáltan. Já, klálega. Lavazza, þið eru nú farin að þekkja þetta. Ég held að svona allavega megin þorri hlustenda séu komið með Lavazza á sinn vinnustað. Já. Náttúrulega bæði hylkjum og baunum. Já. Ég er að mala baunirnar heima. Já. Veistu hvað Rosso stendur fyrir? Rosso? Já. Nei. Sko, fólk þegar fyrir út í búð, það tekur eftir, sér ekki fyrir Lavazza Rosso-pókana? Jú. Já, þetta er blanda af Arabica og hinnibönni, Robusta. Má ég sjá, Arabica og... Já, og Robusta. Rétt skal vera rétt. Ég nefnilega googlaði þetta, ég er með baunapóka og var að spá í hvað er þetta Rosso. Bara geðastandard frá Lavazza, blandaða bönir, Arabica og Robusta. Já, skemmtilegt. En hylkin eru góð líka, svörtu, það er svo að býta beint í bönina. Þú ert nú inni, hlustendur eru inni hjá þér að fá hérna sokkakaffið. Það er rétt. Við býðum með þá spennt. Ég er að býða til pródúsernum. En svo er það náttúrulega líka launþegi vikunar. Já. Þurfum við ekki að kíkja við það? Jó. Það er kom nú ekki mikið inn frá síðustu viku. Það er eins og fólk sé að gleyma þessu. Ég vil minna ykkur á að inn í Deep Into Pingjan Facebook-hóknum okkar. Þá getur þú farið efst, það er þetta pinnað og skráð launþega vikunar. Já, er það ekki lausafjárleifur? Og var búið að skrá hann hérna inn eða? Var lausafjárleifur hérna? Ég sé það nú ekki. Nei, bara við vorum í podcastinu á þeim, þannig að Drugs After Dark. Já, ég veit. Hvernig geti ég gleymt? Já.
Sko, hér ætla ég að taka fyrir Viktor Emil Óskarsson, landhelgisgæsla Íslands. Ég held ég að vera með hann síðast. Já, er það? Já, auðvitað. En tilnefnum hann aftur? Nei, já, það er rétt. Við fyrir nú ekki að gera hann tvisvar. Það er einhverja stelpu, það var stelpa þarna. Já, það var hér erum við með Ingibjörgu Sólrúnu Ásgeirsdóttur, hún hjá Kópavogsbæ. Já. Jákvæðinni hugmyndarík, duglega að gefa af sér duglega að gefa af sér, frábær fagmaður og fyrirlesari. Já. Svo náttúrulega Sólveig Anna hérna líka hjá Eflingu, hún var settin. Sólveig Hanna? Sólveig Anna. Já, Anna, alveg rétt. Og það var bara viðkomandi á skili tilnefningu fyrir You Know It. Hún svona PR-herferð, þess staðana, sér maður. Sko, veistu, mér fannst þess að við höfum tekið Ingibjörgu líka fyrir einhvern tímann áður. Þetta eru góðu laun þegar. Við erum ekki að krota yfir nægilega mikið, en skulum bara, hér til dæmis ekki, hér einhver sem ekki búinn að koma fyrir. Það Bjartur Heiðarsson. Já. Hann hann vinnur hjá handboltaliði Martins í Slóvakíu og part-time bókari. Við komum á skili tilnæmningu fyrir nokkar slummur á línunni og debit og kredit stemmir í 95% tilfella. Já, þannig að það gott að vera með það í 95% tilfella. Mjög gott fyrir bókara. Flott rekord hjá bókara að vera með þetta svona í 95% tilfella. Þannig að við óskum Bjarti Heiðarsinni til hamingju, sömuleiðis Ingibjörgu Sólrúnu ef við höfum ekki verið búin að taka hana fyrir áður. En svo líka Viktor Emil auðvitað líka. Já. Það voru 3 í dag. 3. Já. Gott aðhald. En við viljum hvetja fólk til að fylla inn skjalið. Heyrðu, ég var að byrja á þessu. Það ekki? Ég var að byrja á þessu. Og ekki bara klára aðhaldið. Þetta byrja. Sko, svo já, sko, fyrir að fyrsta. Þá fæ ég sent vegna Kjarvals þáttarins. Já, það var virst aðhald í framhald af þeim þætti. Já, og ég fekk bara skilaboð, orður rétt, frá Dána í Djúpu til Adda í Djúpu. Já. Þessi Addi, þú ert í djúpum skít. Ok, anskotir. Frá Dána í Djúpu til Adda í djúpum skít. Það sést þannig að við vorum að tala þarna Kaffi París í þættinum. Það ekki rétt. Já, gamla Kaffi París, það sem kemur af þremur, kemur af 3 stöðum og þá var nefnt Dökk og Rós. Þetta kemur frá forsetanum. Já, sko, það sem ég talaði var að heimildir herndu að þau ætluðu að leggja undir sig alla línuna. Allt frá Kaffi París, Dökk og Rós. Já, það búið að loka Kaffi París, það var sem sagt athugasemd. Nú var það bara athugasemd. Já, maturinn kemur frá Dökk og Rós. Já. Já. Þú ert í djúpum skít. Ég held ég að meiri sér að tekið það fram í þættinum. Ok, flott. Ok, fólk á vaktinni. Það á vaktinni, ég minn, þetta bara diggir hlustundur. Já, ég veit það. Við köllum hana fórsetin, þökkum henni fyrir hlustununa og allar hennar ábendingar. Næst það aðhald vegna Kúku Kampers. Já. Það var samt eiginlega ekki aðhald. Nei. Það var meira ítarefni. Já. Þeir byrjuðu á klósettinu á gamla sirkus. Breyttu því í eina skrifstofu. Já, gamla sirkus þá bara sjónvarsstöðin. Nei, var þetta ekki sjónvarsstöðin, sirkus? Já, geti verið. Ég þekki það ekki, sko. Gamli sirkus. Já. Geti verið að fá meira aðhald hérna. Það hljómar sem eins og einhver svona skemmtistaður, sko. Að tala gamla sirkus. Já, og sko, þetta Steinar, Hörður Ágústsson, Hemmi og Valdi. Þeir voru 4. Já. Byrja á einu bíl, máluðan, held ég bara sjálfir, auglýsa leiguna á honum. Nei, tekja hann af leiguna honum fyrir strax í annan bíl. Svo fyrsta sumarið, þá náðu þeir bara að vaksa organikli leigu frá leigu, bíl fyrir bíl. Og undir lok sumars eru búin að láta bara íslenska götulistamenn mála fyrstu 8 bíluna. Já, það er stór skemmtilegt, sko. Það er skemmtilegt konsept. Sko, ég með grein hérna, sko. Þetta byrjaði allt fyrir 5 árum. Steinar Lár fékk þá aðstöðu einmitt í gamla sirkus skemmtistanum sem var á mótum Laugavegs og Klapparstígs. Ok. Þannig að, já. En sko, við erum ekki tilbúin til að kaupa þetta á pari. Þannig að við erum búin að hóa í Steinar. Hann ætlar að koma í þátt. Já, hann ætlar að koma í þátt. Þetta gæti orðið mjög skemmtilegt þáttur. Já. Þannig að ég ætlaði bara að segja, ef þið eru með spurningar, við þurfum að henda inn í dýbindubingjan, esk Steinar. Þá má vita bara aðeins meira. Þetta frumkvöðl af Guðsnáð. Guðsnáð. Þetta einmitt áhugavert mótul með svona þetta, þessar bílalegur. Það hafa nú fleiri bílalegur sprottið upp svona í bara svona kjölfar hrunsins og vaxandi ferðamennsku þannig í kringum svona 2010, 11, 12. Já.
og til dæmis gott sjátt væri Lotus sem nýbúið að selja til Öskju bílaumboðs. Það voru einmitt aðilar sem byrjuðu bara á einhverjum nokkrum bílum, skilur, og svo var bara notaður, eðlilega hagnaðurinn af fyrsta öðrum þriðja. Er þetta ekki kallað waterfall? Stækka flotan og svo náttúrulega bara verður þetta á endanum hockey stick growth. Þú veist, ef vel til, ef haldið rétt á spöðunum, Já, rétt. Þannig að og svo náttúrulega tímasetningin, það talaði að hún skipti langmestu máli auðvitað í hverjum og einum business. Þannig að byrja með bílalegu þarna á þessum tíma þegar þeir eru að byrja á sömulegis Lotus og það var náttúrulega gífurlega góð tímasetning. Ég heyrði frá góðum mannum daginn leiðin af velgengni eru 100 skref. Hugmyndin bara fyrstu 3 skrefin. Já, einmitt. Þannig að þú getur séð það er ansi margt eftir þóttu fáið góða hugmynd og sést á réttum tíma og 97 skref eftir. Heyrðu, að lokum, ég ætlaði bara á því að við gerðum það aldrei að gefa Rína sérstakt sjátt fyrir að hjálpa okkur með pubquizið sem var daginn. Frábært venue og við vorum alltaf bara í einhverju gegn-vímu þarna eftir þannig við tókum þáttinu upp og svo vorum við heldur með gest og við höfum bara ekkert sagt takk þannig ég ætlaði bara að segja takk að Rína ég er búin að fara að horfa á fótboltaleiki eftir þetta á samt einhverjum vinnu þínum snarbiluðum mannstumannum þannig að bara takk að Rína og takk allir sem mættu og það nú kannski bara verðt að minnast á það við höfum svona verið að velta þessari hugmynd fyrir okkur og erum jafnvel að spá í að hafa þetta bara á ársfjórðungsfresti. Já, kannski með uppgjörum fyrirtækja. Já, þetta svona eftir viðskiptadagatælinu, sko. Já, það voru þarna einhverju gammar sem unnu. Já, en það er ekki þar með sagt að við séum bara að fara að spyrja út í uppgjör fyrirtækja, en það kannski leynist inn á milli. Já. En við reynum svona að hafa þetta fjölbreytt. Það var enda drulli erfitt pubquiz. Já, þú veist, þú varst hræddur þetta væri of létt. Já, mér fannst þetta of létt. Ég hefði smókað þetta. Ég hefði labbað inn í þetta bizquiz og unnu öll velun. Já. Love letter og Já, það var reyndar erfitt. Stuttur kaupréttasamningur og fleira. Það var reyndar mjög erfitt. Allar þína spurningar voru erfiðar. Að lokum, hérna í síðasta þætti, þá komum við náttúrulega inn á The Hot Potato sem ETS-einingar og grænt kolefnismarkaður og annað. Aðhaldið því líka? Ég fekk hringingar sem voru bæði hrós. Einhverju sögðu, það er þarna verið að ræða fílinn í herbygginu sem kolefnismarkaðurinn á Íslandi er mjög ófullkominn og á langt í land. Aðrir sögðu að þetta væri rétt sem að kom fram í þessari frétt Guardian og svo fekk ég sent að það er komið mótsvar við Guardian-greininni. Guardian-greinin gekk semst út á það að sína 90% af heimildunum sem er verið að selja verra er í rauninni verðlausar með að við aðferðafræðina. Mótsvarið er að sjálfsögðu hagaðili sem er að selja þessar einingar að benda á það að þetta er ekki peer-reviewed research frá Guardian og fleirum og eitthvað fleira. Þetta er svona krókur á móti bragði, þetta er bara núna eru vísindin að rífast og vitleysingarnir fylgjast með og ég er þar. Já, við sitjum þar á hliðalínunni. Þannig að, en sko, bara svona til að ég held að sé samt allt til að fara bara að tala eins þessa kolumnsmarkaði og fólk fara átt að segja á því að það er ekki endilega allt með feldu þegar fólk segir já, við erum kolumnsjöfnum. Nei, þarna er víða pottubrotinn eins og fram hefur komið og ég held að sé alveg verðt að taka þessa umræðu því að þetta er svona ákveðin tískuvara í dag í rauninni ekkert annað að skreita sig með grænum fjöðurum. Já, en það er, þú veist, það er ekki allt það sem að það er séð þarna á bakvið ef kíkt er inn fyrir tjöldin. Nei. Ófullkomin, svona, já, það er margt ófullkomið í þessu. Eigum að taka eitt dæmi? Illmælanlegt auðvitað líka. Þú veist hvað er að núvirða? Já, ég þekki það. Eigum eitthvað að útskýra hvernig maður núvirðir? Ég þekki núvirðið peninga. Já, en þekkir þú núvirði kolefniseininga? Já, það er verðlagt með svona núvirðingar aðferðum, sko. Já, og hvað finnst þér það? Já, þú veist, mér finnst það steikt. Skilurðu það? Og það er það sem þeir bera fyrir sig í þessu. Að þú veist, að þau eiga eitthvað í dag sem er sko í rauninni núvirt út frá þessum einingum og svo náttúrulega líka sveiflast þær þannig í verði að þetta er bara Sko, þú tekur líftíma eins trés til næstu 50 ára og þú ætlar að selja ábótana því á morgun. Já, þú veist, í dag. Á þess að vita hvað mun gerast á næstu 50 árum. Versus það að viðurkenndar aðferðir þannig að þú ert í rauninni að fá einingar fyrir hvert ár mælanlegt. Þetta er flóknara það, en sko, ég held að mínu aðhaldshotni sé lokið. Já, takk fyrir það. Ef ekki að bara gefa klapp þetta. Takk fyrir þetta. Það var ekkert allt og alvarlegt í dag. Nei, en sko, einhvað síður, alltaf gaman að fólk senda okkur. Já, sammála. Og við viljum náttúrulega ekki vera eitthvað að drulla á okkur og fara með ranga hluti í loftið. En það gerist. Í 95% tilfella, þá erum við upplýstir, kannski, það sem við erum að tala um. Þetta er bara eins og bókarinn, hann hérna.
Já, við erum bara eins og ágætu bókari. Já, svo ágætu bókari. Já, Nei, ég segi svona, það, oft þetta líka bara fabuleringar í okkur. Já. Þannig að ég held að hlustendur séu nú alveg farnir átt að segja á því. Já, málmáluna, þú erum með einhverja fréttir eða ekki? Jú, það var nú bara ýmislegt að góma í vikunni, þá ber náttúrulega þetta helst að nefna kannski fall þessara banka þarna. Og í kjölfarinu, þú veist, í kjölsvæðinu þá var ris kryptó. Já, sko, það var einum banka þarna bjargað í rauninni í Bretlandi. Þú veist, þetta voru náttúrulega bara talsverðar vendingar þarna í gangi og auðvitað bankar að falla, skjálfti og þessi, fyrst var það Silicon Valley bankin og svo Signature. En sko svo var eitt sem heit Silvergate eða ekki? Svo var First Bank þarna í einhverju vandræðum. Þetta voru nokkri bankar en voru þetta ekki í rauninni bara tveir sem að í rauninni fjallu án þess að fá nokkuð svona aðstoð frá ríkisyfirvöldum. Sko máli var samt að þessum breska anga Silicon Valley bankas var bjargað þökk sér öðrum breskum banka. Okay. En svo nú það þetta nýjast, þetta Credit Suisse dæmi sko. Já, sem gerist núna í gerðdag, gerðmorgun. Þar þetta auðvitað farið þá að færast svona talsvert nær okkur hérna á Íslandi. Þú veist, þetta svona stór banki, þú veist, en sko... Í Sviss, já, en sko... Mekka örugra viðskipta. Það var það sem ég var að reyna að koma að sko, þú veist, að þegar þetta komið yfir í svona örugan, svona banki sem á að standa styrkum stóðum. Já. Þetta komið hann, þá var manni hægt svona kannski standa á sama en svo náttúrulega kom í gærmorgun yfirlýsingum að Seðlabankinn Sviss ætla að bjarga þeim þarna með lánveitingu upp á $54 milljarða sem 7.700 milljarðar íslenskra króna. Og það eru sko ríflega 6-föld fjárlög ríkisins. Sjálfana. Já, Sjálfana, Bjarna og Sjálfana. Já, sko það gæti verið 5-föld, nei 7-föld út af því að það er alltaf verið að bæta við. Eða 5-föld. Það kom alltaf einhver fylgiskjöl og það sem einhver er bætt við og svona, En svo sem sko áhugaverðast í þessu öllu saman, við ætlum kannski ekki að fara... Sorry, ég verð bara að grípa fram. Ég sá bara eitt svona lítið dæmi. Skúffu fyrir ráðherra. Einhver svona styrkir og eitthvað sem að bara fer ekki gegnum neitt, heldur ráðherra bara ákveður. Man ekki hver það var, með 200 milljónir. Bara svona free cash. Bara sem hann getur ráðstafað bara vildu. Já, þetta var bara að fara í hitt og þetta sko. Bara svona þegar allir að halda sér höndum. Ætti ekki að þurrka þetta fjö upp bara svona 1-2 ár til að gæta smá aðhald. Eru ekki með skúffufjö? Er ekki til eitthvað skúffufjö? Skúffufjö líka. Er þetta ekki kallað það? Skúffufjö ráðherra? Eitthvað svona. Sem leikur í skúffunni bara. Já. En hérna, sko... Þú veist líka út í að flestir styrktasjóðir á Íslandi eru boring. Þú þarft að sækja það er nefndir og eitthvað. Ógeðslega leiðileg ferli alltaf í þessu öllu. Þetta er mjög fráhrindandi að ætla að standa í því að... Maður bara býður eftir að þetta komi inn í bara ChatGPT bara. Sem alltaf önnur fyrir líka. Já, sko, það er nú kannski ekkert svona eitthvað sérstaklega viðskiptalegs eðli sem að getur nú ímyndað sér að það muni skapa talsvert virði fyrir einhvers konar. Já, þú veist, það sem þetta er að gera er að þetta er bara að halda uppi íslenskunni sem tungumáli. Þetta rennur auðvitað stóðum undir það. Já, sko, þú veist, að einhverju leiti auðvitað, ég meina, nú erum við komin, og það er bara einn staðreynd, 10 ára börn í dag eru fann að tala saman á ensku. Það er ekki einu sinni bara lúðarnir eins og voru bara, þú veist, þegar við vorum í menntaskóla, sko. Bara svalafólki er byrjað að tala saman á ensku. Bitu. Eru 10 ára börn í menntaskóla? Nei, já, þú veist, ég bara... Varst þú að tala ensku? Þú veist, það voru allir í einhverju menntaskóla það sem að eitthvað svona borð talaði bara ensku. Já, þú átt við þannig. Já. Ég er að segja, bara 10 ára börn í dag. Mér er svo svalafólkið. Það er byrjað að tala saman á ensku. Og þetta er auðvitað gífulegt áhyggjuefni, sko. Ég hef miklar áhyggjur af þessu. Því að mér er annt íslenska tungu. Já. Þú veist, ég er ekki sama það þegar ég er orðinn gamall maður að þú veist, fólk sé bara að fara að tala saman á ensku hérna, sko. Já. En þetta auðvitað gæti verið einhvers konar varnar, þú veist, einhver varnarbrögð þarna að koma... Þetta færist semst í tölvur. Já, basically, hér er verið að búa til gervigreind sem er að mínu mati einhvers konar bara framtíð í tækni. Já. Við erum að tala strax nú þegar að þetta muni leysa bara 100.000 starfa bara á næstu árum. Þetta íslenska dæmið? Nei, þetta er bara ChatGPT, bara gervigreind sem slík, sko, en á Íslandi, ég meina,
Ég skil ekki, eru þau sem 10 ára börn að fara að hætta að tala saman á ensku? Nei, ég alls ekki að segja það, ég að segja bara að þetta einhvers konar, þú veist, þetta einhver varnarfaktor, þú veist, það hægt að spyrna einhvern veginn við því með þessu, sko. Já. En þá spurning bara, hvort þetta geti leitt til einhvers efnahagslegs ábata á Íslandi, bara fyrir fyrirtæki sem að sjá einhver tækifæri í því. Ég sé strax fyrir mig bara akkur maður ekki búin að spá því að fara að skrifa styrkumsöfning bara með ChatGPT. Já, svo það. Þetta verður algjör snill. Já, en þú veist, en þetta náttúrulega kannski ekkit eins og á þessu stíi eitthvað svona efnahagslegs eðlis, en þetta vissulega góða fréttir fyrir íslenska tungu að ChatGPT 4 er núna farið það eru væntingar að það verið farið að læra íslensku bara og þá velti maður fyrir sig hvernig þetta, þú veist, skólana. Þarna ertu bara farin að geta skrifa ritgerðir á íslensku. Já. Og hvernig á að þú veist, hvernig að kennarar átta sig á því hvort það sé gert í gegnum ChatGPT eða hugvit einstaklingsins sjálf, sko. Já, skiptið það einhverju máli? Ég man að ég skrifaði mína dönskur í gerð með Google Translate. Translate? Já. Það var ekkert sagt í því, ja? Nei, ég meina maður fikk bara 5 og 6 í dönsku, það skiptið einhverju máli. Það nægir. Já. Það nægir. Þannig að, jú, þetta auðvitað 2.0 en svo við förum aðeins aftur yfir í bankana og þetta, við ætlum kannski ekki að fara eitthvað nákvæmlega, þú veist, ekkert á dýpið með það. Mér fannst áhugavert í þessu öllu að, þú veist, það eru einhverjir sem að rósa happið þarna og það eru eigendur crypto, það eru rafmyndakúrekarnir, sko. Já, með fall bankana. Já, vegna þess að, þú veist, það er bara búið að vera, það er bara vöknu út dvala, þetta í framhaldi af þessu. Það er búin að vera að hækka núna í vikunum 25% eða svo, eða bitcoinið, sko. Þetta rétt hjá þér. Við erum ekki búin að vera með kryptohot. Nei, það er langt síðan. Hvað er með djús? Já, þú veist, þetta er engin djús, þetta er bara 25% hækkun og þú veist, og ég fer að velta því samt fyrir mér, sko, hvenar, því að bitcoin er alltaf að vera vinsæll, þetta er alltaf að vera meira mainstream, þú veist, það eru stærstu fjárfestingafélög heims farin að fjárfesta í þessu, skilur. Hvenar verður bara svona actual náum við þeim punkti að verða einhvers konar pólitísku þrýstingur á að bara leggja niður þetta peningakerfi sem við lifum við í dag og fara að taka upp einhvers konar svona rafveri, skilur við, því að þú veist, hvenær munum við lifa í heimi þar sem að peningar eru ekki prentaðir eða bara gripnir úr lausu lofti. Mér finnst áhugavert að velta þessari spurningu fyrir mér, því að, sko, ég held nú reyndar að hafi fátt verið meira gripi úr lausu lofti heldur en margar þessar rafmyndir. Já, auðvitað er mikið af alls konar svikamyndum þarna, skilur, en svo er actual tækni á bakvið einhverjar sem að, þú veist, það sem við verðum að tala þetta limited supply, skilur við. Bitcoin. Já, Bitcoin, þú veist, við þekkjum þann mekanisma, það er bara andstæðan við það sem er í gangi núna í heiminum með peningaprentun og allt, það er endalaust hægt að prenta. Það er engin Bitcoin herra með skúfufé. Nei, svo er það en sko, svo er þetta og ég sá viðtal við hann Daða sem er hjá Daða Kristjáns Visku, eða ekki? Viska, jú Ísland dag hjá honum Snorra og okkar manni Jakob Birgis og þar er hann einmitt að tala um þetta, þú veist, hvað er verið að gera með peningana þína þegar þú leggur það inn í banka. Akkurat. Og þetta er mjög áhugavert og mér langar svona aðeins að dreipa á því, bara taka dæmi. Sko, segjum að þú farir og leggir inn 1.000.000. Þá hefur bankinn svona ákveðna bindiskyldu. Það er að segja að hann þarf að leggja eitthvað til hliðar að þeirra upphæð sem þú laðir inn. Og þetta er eitt af stjórntækjum Seðlabanka. Hvað er þetta mikið í þetta? Er þetta 20%? Sko, á Íslandi eru bankar með 1% bindiskyldu. Já, það er ekki meira. Nei, sem þýðir að hann má lána út 99% af upphæðinni sem að þú leggur inn. Akkurat. Þannig að í þessu tilfelli mætti hann lána út 990.000 krónur af þessari 1.000.000. Og þetta er náttúrulega byggt á þeirri hugmyndafræði að séu bara litla sem enga líkur á því að fólk byrji í stórum stíl að taka út þennan pening sem að liggur inn á reikningnum. Akkurat. En svo koma tímar þar sem að myndast þetta panik og þú veist ekki ólíkt því sem gerist þarna í Silicon Valley Bank, sko. Koma tímar, koma menn. Já, bara koma tímar einmitt þar sem að myndast þetta panik og þá verður svo kallað áhlaup og þá getur fjandinn orðið laus. En sko, það ber að taka það fram að blessunlega eru bankar náttúrulega á Íslandi ekki að lána út í þessu hlutfalli 99 á móti 1. Það eru náttúrulega fleiri kvaðir á þeim eins og bara svona eiginfjárkröfur og fleira. Almenn skynsemi. Já, svo er þetta einmitt líka bara spurning hversu gott lausafjár hlutfall bankar vilja hafa. Minn maður Buyback Benny í Arjón, hann myndi aldrei lána svo mikið. Nei, ég segi það, sko. En faktisk sé mega bankar lána út 99% af innistæðum sem þýðir að þau geta búið til pening bara úr Ég held þetta að vera herra hlutfall.
Já, ég líka, ég veit sko. Þess vegna, og ég fór bara inn á Seðlabankann til að tjekka þetta er bara 1% og ég meira þess að gekk það langt að spurja bara sérfræðinga. Sem sögðu bara það er 1%. Spurður þú bæ Benna? Nei, jú, ég gerði það, hann svaraði ekki. Svaraði ekki nógu snemma. Ég er að tala bankastjóra Arion banka, bæ Benna. Sendur á hann? Já, ég sendi á hann. Ok, vel gert. Á LinkedIn. Nei, en sko, já, og skulum taka aðeins dæmi þetta. Segjum að þú ert banki núna og Gunna hún kemur og leggur inn á þig 1.000.000 sem sparifé. Okay. Þú tekur 990.000 krónur af því og lánar Stínu. Já, fyrir nýju húsi. Já, eða bara einhverju. Nýtt hús á Blönduósi. Það segjum bara fyrir einhverju framkvæmdaláni eða eitthvað. Já, nýtt hús á Blönduósi. Já. Og Loðdýrabú. Loðdýrabú. Ok, Stína fær Minkabú segi. Minkabú. Já, Minkabú, flott. Þannig að Stína fær lagt inn á sig þennan pening, þessar 990.000 krónur sem þú lánar henni. En hún leggur svo þennan pening inn á reikning hjá öðrum banka sem lánar svo út 99% af þeirri upphæð. Og svona getur þetta haldið áfram út í nánast bara óendanleikan. En svo verður þetta panik og Gunnar sér að það er komið bankaáhlaup og nú vill hún taka út þessa 1.000.000 sem hún laði inn á þig. Bara hérna í byrjun. Og þarna er þessi peningur búin að sýsla á milli bara 100 aðila kannski sko. En þú getur náttúrulega ómögulega að borga henni það tilbaka því að það eru allir á sama tíma að biðja þig þennan pening. En þú setur einungis uppi með 1% af þessar upphæð. Þannig að sko auðvitað er þetta samt ekki svo slæmt í raunheimum því að þú veist bankar er að fjárfesta í arðbærum eignum og öðru og sömuleiðis lána út á vöxtum og þessu en faktisk séð er 99% heimild sem þau hafa til að lána út þennan pening en þetta er í rauninni pælingin á bakvið þessi bankaáhlaup að fólk hefur áttað sig á því í gegnum tímanna rás að það eru ekki allir að taka út peningin á sama tíma. Þess vegna er þessi þess vegna er í rauninni hægt að lána þetta endalaust út, þannig séð. En á sama tíma er einhverja skynsemi gætt þarna og það er sett þessi bindiskylda sem er 1%. En ég held að sko í Bandaríkjunum er það almennt hærra. Svona federal bindiskylda sko. Ég þekki nú ekki alveg tölun á því sko, en í dæmum sem ég skoðaði var einhvers staðar 5% eða svoleið sko. Þetta er svona algjör gjörsum einföldun á þessu sko, þessu ferli. Hvað verður peningana þína þegar þú setur það inn á banka? Já, akkurat. Já, bara svona. Viltu koma þessu út í kosmosi? Já, ég ætla að koma inn á það mitt sko, það var að trenda einhver frétt í vikunni það hvað voru mörg svona bankrun fyrr á árum í Bandaríkjunum. Já. Að þetta bara gerðist ítrekað að allir bara heyrðu Hlíðarsmárabankin, bankin í hverfinu okkar að fara á hausinn, bara allir mættu alltaf að taka út. Þannig að þess vegna bjugguðu til þetta ég er ekki með hennan orðafóra, grunn innistæðutryggingar, þú veist Eiginfjárgrunn. Nei, og sér tryggður upp að þú veist ríkið tryggir upp að 2,5 milljón eða í rauninni það sem gerist þarna í Silicon Valley Bank er að þeir segja allir depositors sem voru bara með peningarn inni í góðri trú við munum tryggja þá allir hluthafar eða aðri svona sem að voru einhvern fjárfestingmann tengt voru að tapa peningarn með eitthvað og það var rauninni það björguðu ekki bankanum heldur viðskiptaðurinn já, akkurat Sam og gerast í hrun held ég var að það var ákveðið að fara upp fyrir þess að 2,5 milljón og allir innistæðu eigendur voru tryggðir af fullu af ríkinu, ekki satt? Já, og þessi mekanismi varði rauninni til hann í Bandaríkjunum og þessi byrjaði að fækka eftir að það kom. Þá var fólk svona, ok, ég er alltaf tryggður upp á mínum 2,5 þannig að þú veist, þá þarf ég ekki að hlaupa sko. En, já, svona því að langfæstir eru náttúrulega með ég veit ekki, ég myndi halda það langfæstir eru með undir 2,5 milljónum bara inn á bankabók, sko. En þú veist, eins og Íslandi, sko, ég meina, þú veist, það er náttúrulega bara orðið, bara öruggast, bara henda þessi steipuna. Já, steipa, eða vonandi fara þessi verðtryggðu vextir að koma. Já, það verður þetta, já. Ég náttúrulega, eiginlega doldið svona að tek tilbaka, ég náttúrulega segi þetta í síðasta þætti að ég get ekki séð fyrir mér að einhverju bankar sé að fara að vera með pjúra verðtryggða reikning. Svo náttúrulega velti maður fyrir sér auðvitað bara samkeppni. Út í djúpum skip. Eftir þau umhverfi, svo sem ekki sko, þú veist, ég á erfitt með að sjá það fyrir mér að þau gera það, því að þú veist, það yrði bara svona frekar óhagstætt sko. Fyrir hvern? Hvað segirðu? Fyrir hvern? Fyrir bankan bara. Er það að endingu? Já, að geta tekið út verðtryggt hvenær sem myndi halda það, en á sama tíma finnst mér ekkert ólíklegt að þessi binditími verði bara styttur sko. Það er það sem við verðum að gera sko.
En þú veist, tæknilega séð hafa þau heimil til að bara hafa hann 0, bara tekur hann út þegar þú vilt, sko. Já, það það sem við verðum að breyta núna. Þetta var 36 mánuðir. Það verður bara spennandi að sjá hvernig bankar munu, sko, hvernig samkeppni verður þarna, sko. Já, ég var hann svo þreyttur á þessu. Og einmitt fyrir Haters á verðtryggð lán, þá ætti þetta bara að vera himnaríki. Já, ég er að segja það. Það færi bara að spara verðtryggt. Ég er að segja það, sko. I like it. En svo... Þetta náttúrulega gott fyrir okkur neytendur. Já, mjög. Svo reyndar, sko, núna. Viltu fara að spara verðtryggt þegar Una og Kó að spá því að verðbólgan fara hérna? Niður í 8%. Já, ég meina, þú veist, það náttúrulega ákveðin forréttindi fólkin í því að geta alltaf gengið að peningnum á jákvæðu raunvirði, skilur við. Akkurat. Þannig að þú veist saman hvort að verðbólgan sé 2,5% eða 10, sko. Það reyndar hörkupunktur. Þannig að þú veist, ef þú ert áhættu fælinn, þá þetta náttúrulega bara stórkostlegt. En það eru við ekki. Himnaríki, ég segi himnaríki. Verðtryggð lán, helvíti, himnaríki að opna. Og bankarnir bíða bara eftir að hleypa okkur. Hver lyklapétur hér? Hver lyklapétur? Það Una í bankanum? Það Una í bankanum. Já. En talandi banka, talandi Landsbanka, þá það auka krónurnar. Já. Fram að þessum verðtryggðu lánum, þá liggjum við bara auka krónunum. Og þetta er svo gaman, ég að fá send myndbönd. Krakkarnir að vakna. Og sagt... og svona liggur klinkið á borðinu og þau eru að tína í baukinn og svo segja þau, pappi, hvenær fæ ég auka krónum? Sko. Þetta er farið að skapa eftirvæntingu sem er gott fjárráða. En þetta er að sjálfsögðu ekkit bara fyrir úlingarna eða börnin, þetta er líka fyrir einstaklingin og þetta er auðvitað bara frábært tól til að okkar besta verðbólgutips, það er að vera með auka krónukort, versli matinn, það sem eru cashback. Og mér finnst líka, sko, ég horfi alltaf til þessa kosts sparaði yfir árið, aukakrónunar, eittuði jólagjafir. Já, það eru núna 9 mánuðir til jóla. Já, þannig að þú fær bara jólagjafenda fríar í rauninni. Í rauninni? Já. Þannig að byrja að spara. Tjekki á Landsbankanum aukakrónur strax í dag. Það er það best sem þú getur gert. Já, en herðu, vorum við með eitthvað fleira? Næ, sko, ég var beðinn að henda munnskóli í þig. Já. Bara orðrétt. Taktu hennar striga kjaft sem að hatar banka. Og hendi hann Listerine, munnskóli. Það er ekki rétt að ég hati banka eitthvað sérstaklega. Þetta er svona... Þú hefði ekki tekið það fram. Þetta er leksía fyrir lögfræðinga, þessi saga. Þú veist hvað Listerine er, það ekki? Hæ? Listerine. Nei. Googla það. Ég veit það. Já, þú þarft á því að halda það, þarf að skóla þig kjaftinn. Helvíti striga kjaftur. Hefur ekki séð þetta? Mouthwash and oral care. Þú hefur séð þetta? Jú, ég sé þetta, ég hef átt svona. Já, auðvitað hefur átt svona. Já, ég hef átt svona. Skólaði kjaftinn. Það er svora kjaft. Helvíti svora kjaftur. Heyrðu, ég er með söguna Listerine. Hún er nefnilega nokkuð mögnuð, merkileg. Og ég er að hugsa ég ætla ekki að taka samantekt fyrst. Ég ætla bara að fara straight to the founder. Byrja á að segja frá Joseph Joshua Lawrence. Doktor og lyfjaframleiðandi. Staddur 1860 í Massachusetts, Bandaríkjunum. Hann er á ráðstefnu hjá manni að nafni John Lister. Árið hvað sagðirðu? 1860. Okay. Þetta er svolítið síðan. Já, þetta er slatti síðan. Sko, ég fór að veltaði fyrir mig hvernig ráðstefnur hafi verið þá. Sko, í dag er þetta allt voða fancy og allir með nafnspjöld og eitthvað, sko. Já, ég var með þessa pælingu líka. En málið er að hann var doktor og lyfjaframleiðandi. Fer á ráðstefnu hjá John Lister sem var heldur líka læknir. Þetta er búið að vera Civil War. Hvað var það? Var það borgarstyrjöldin í Bandaríkjunum? Já, þú veist bara Civil War. Þrælastríð. Hvað heitir það fyrir íslensku? Já, ég held að þrælastríð það. Civil War. Ég er að gera mér þetta, sko. Já, allavega, hann fer á þessar ráðstefnu, fær hugmynd. Þetta er hérna, já, þrælastríð. Já, þrælastríð. Fær hugmynd að búa til formúluað efni sem getur þrifið og hreinsa sár. Opin sár, stórhættuleg eftir þetta stríð. Það er sjálfur verið í því. Eftir ráðstefnuna býra til. Því miður, þá slæri sig vöku ekki gegn hjá okkar manni. J.J. Lawrence. Hvað, ertu með eitthvað? Nei, ég ætla bara að segja, þú veist, vel sárugt stríð, sko, því að, sko, verðum átt okkur einu, þarna var skotgrafar, hernaðar ekki mættu til sögunar. Já, það menn stóðu röðuðu menn sér bara í línu, svo voru þeir annarkvæmt skotnir eða bara, það hefnir að sleppa. Já. Svo bara kom næsta lína, bara fremst. Þetta var galið. Og það var ekki búið að finna upp pensilinni á þessum tíma, þannig hann er svona raunverulega til þess að vera að finna upp eitthvað sem að geti gagnast. En þetta er eftir stríð, vökvinn hjá hann slæðir því miður ekki gegn. En það er lókall þarna að nafni Jordan Weed Lambert sem sér tækifæri að kaupa af honum vöruna. Ekki, hei, þú framleiðir og ég kaupa þér, að kaupa af þér réttin, hugverkaréttin, að kaupa þér formúluna. Okkar maður. Er það bara ekki það sem við myndum kalla bara einkaleyfi? Þetta er royalties. Okay, sem er, bara þóknun er náttúrulega
royalties þóknur. Já, en þetta sko eins og höfundalaun og þetta. Já, hún fær hluta af hverjum seldri einingu eða eitthvað þannig. Já, ég kem á því. Sko, okkar maður, Joseph Lawrence, hann hafði enga trú á Jordan Weed Lambert og var ekki lengi að rissa upp samning á blað. Undirritað, apríl 1881. Það herrans ár. Já, 21 ára eftir hann finnur þú upp. Fyrir hverjar 144 Listerine flöskur sem þú selur, þá skal ég og mínir erfingjar fá $20. $20 á þeim tíma? 1881. Já, það hefur verið anskoti mikill peningur. 3 ára síðar, 1884, þá svo tala lækkun niður í $6. En flöskufjöldin heldur sér fyrir hverjar 144 flöskur. Jordan Weed Lambert okkar, eða Jordan Hveiti Lamb, eins og mannanafna nefnd, myndi ég kalla hann. Gerði hins vegar lítið sem ekkert úr þessu, en það var hann bara lítið livsali hann í Baltimore. Ég sagði Massachusetts á hann, það var í Baltimore. Hann deyr 1881, 8 árum eftir að gera samningin, og sonur hans tekur við. Sonurinn var með allt aðra hugmyndi fyrir Listerine. Hvað með að nota þetta sem hreinsefni fyrir tennur, munnin eða andfílu? Og já, andfíla eins og þið vinninir kallið þetta. Vinnir, hverjir? Þú og vinninni, kallið þetta ekki andfílu. Jú, örgulega. Andremma? Já, andremma, bara skjóta. Þú ert ekki anfólli, ég er bara eins og þú og vinnin sem þetta. Herri, sko, á nokkrum árum eftir að hann breyti þessu í munnskól, verður þetta að söluhæsta munnskóli Bandaríkjanna sem var það fyrsta til að gera þetta, þannig að þetta verður í rauninni söluhæsta og besta munnskóli í heiminum. Bara eina? Já, eða fyrsta allavega. Þetta árið 1901, þannig að þú veist, þetta tekur allt tíma, við erum að tala þetta í áratugum, helviti löng saga. Ég myndi sko ekki hugsa mér munnskól sem vörur sem hefur verið í meir en 100 ár. Já, en sko á þessum tíma heldur að þetta kom örgulega undan tannkreminu sko. Já, einmitt, ég er að velta því fyrir mér sko. Já, getur þú googlað það, toothpaste? Þú góður svona analisti. Podcast analisti. Maður spyr þessa stóru spurninga. Sko, 1906 gerist það að okkar maður, J.J. Lawrence, deyr. En það tannkremi er 1824. Já, ok, tannkremi er á undan. Já, það er undan. Skemmtilegt. 200 ára afmæli á næsta ári. 1906 deyr okkar maður, founderinn, J.J. Lawrence. Hann átti eina dóttur. Hún hét Vera. Já. Og hún giftist inn í bankafjölskyldu í New York. Dóttir hans er hér með orðin eini erfingi Listerine. Á milli 1909 og 1928 fekk hún $4 milljónir. Hún sem sagt þurfti aldrei að vinna yfir æfina. Og $4 milljónir á þeim tíma alveg bara núvirt, $65 milljón í fyrra. Þú veist, þannig hún var með rúmlega 7 milljarða á sinni æfið þarna. Já. Íslenskar króna. Já, til 1928. Næstu 2 áratugi þar á eftir voru þetta $187 milljónir. Þannig þetta bara óks og óks með sölu lífsins. Það gerist síðan að Vera okkar deyr og átti 4 börn sem skiptu þessu með sér. Elsti sonurinn hins vegar ákveður að taka stærsta hlutan, kaupir systur sínar út. Hann var hins vegar eyðslukló sem enda á geðveikraheili í Las Vegas. Eyðslupúki. Já. Og seldi 50% í þetta hér Listerine Royalty Trust árið 1950. Og nú fer ég alveg að koma að loka hninginum. Þá kaupir eitthvað fasteignafélag þetta sem síðan selur kirkju í New York sem að lifði á royalties af þessu í 20 ár. Eitthvað faith-based investing? Já, í rauninni. Og svo bara svona til að draga þetta saman. Síðastlega 70 ár hefur þetta gengið kaupum og sölum milli aðila. Þetta royalties. Þangað til þetta dúkkaði síðan upp á netinu í fyrra og við hefðum getað keypt þetta. Ef þú skrifa Listerine, Royalty Exchange, kíkt á það, ég var ekki með það hérna. Já, við náttúrulega fórum yfir þetta hérna. Við fórum einu sinni yfir tónlistarsöluna. En ég var að finna bara þessa frétt. Er eitthvað svona kauphöll með bara vörur, royalties af vörum almennt? Það datt hann inn, finnur þetta, Listerine, Royalty Exchange. Já, þetta heitir bara royaltyexchange.com. Shit. Og þarna sérðu hvað þetta seldist á í fyrra. En sko, svona aðeins til að koma að vandamáli sem að tengist þessu enn þann dag í dag. Ástæðan fyrir að það er ennþá Johnson & Johnson á Listerine og framleiðir í dag. En ástæðan fyrir að við gætum verið að kaupa réttina þessu og hver sem er sá að upphaflegi samningurinn sem var gerður þarna, apríl 1881 var ekki með endadag. Þannig að svo lengi sem Listerine er selt þá fær Lawrence og hans fólk $6 fyrir hverjar 144 flöskur. Og Listerine á síðasta ári var selt fyrir $500 milljón bandaríkjadollara og þetta er enn þann dag í dag þekktasta vörumerkið. Þannig að Johnson & Johnson hefur verið að leita uppi þennan rétt bara til að kaupa hann upp. En á móti þá er þetta bara það þekkt vara, það meikar ekki sens fyrir þau
að leggja hann einhvern veginn af eða annað sko. Ég velti því fyrir mig hvernig hlutfallið á milli royalty og sko sölu per flösku, verð per flösku hefur breyst í gennum tíðina. Já, þú veist, á þessum tíma þegar $6 af hverjum 144 flöskum var örugglega ógeðslega mikið. Já. En þá velti maður í fyrir sér hvort þetta hafi verið einhvers konar munaðarvara. Á sínum tíma. Og hafi hreinlega kosta bara í dag andvirðið, þú veist, 20.000 króna. Já, gæti verið. Fattaru? Já, akkurat. Eða eitthvað þannig, per flaska. Þannig að ég svona, að væri áhugavert að sjá hlutföllin hvort að sko, þetta raunvirði þóknunna hafi haldist í gennum tíðina, sem ég stórlega efasamt. Já, þetta eru, held ég, Þú bara magnið hefur bara snar aukist. Þannig að, hérna... Eitt hérna á lokum. Þetta áhugavert. Leggsíðan fyrir lögfræðingana, alltaf hafa enda á samningum. Já. Sko, núna gríp ég bara niður á ensku. Upphafið skal endinn skoða. Já, nú gríp ég bara niður á ensku. Ég netti ekki að þýða þetta, þetta er svo mikið hérna. En sko, ok, skulum þýða þetta. Eiginlega allar tegundir af svona intellectual protections, trademark, sem er hvað, einkaleyfi eða vörumerki, copyright, patent. Patent er einkaleyfi. Patent. Hvað áttu trademark? Er það ekki bara vörumerki? Registered trademark. Mér finnst þess að þú hafi spurt mig út í þetta áður. Trademark og vörumerki, segjum það bara. Sko, flest af þessum tegund af svona einkalegu skildu dæmi er með innbyggðan expiration date sem er 20 ár og að þeim tímaliðinum þá getur ekkert fyrirtæki rukkað royalties. Listerine formúlan hins vegar, þegar þetta fór fyrir rétt á sínum tíma var dæmt sem trade secret og trade secret samkvæmt þessu dómi þá eru þau bara in perpetuity royalty. Þannig að það er bara að eilífu. Óendanlegt. Já, þannig að það er búið að láta reyna á þetta. En sem sagt, í dag er þetta komið þannig að það er einhver skylda að semja til einhvers x tíma, eða ekki? Nei, sko, bara segjum að allir að fá einkaleyfi á eitthvað. Bara búið til podcast Jammi í Reykjavík. Fara einkaleyfi á það, eins fárlegt á hljómar. Þá hefur bara einkaleyfi í 20 ár. Það er bara automatist. En þetta er náttúrulega kannski ekki beint einkaleyfi. Þetta er royalty. Nei, ég er að segja, þetta er trade secret sem er bara einhver tegund af þessu sem að það basically væri ekkert hægt í dag eins og var gert þarna. Ég bara þekki það ekki, sko. Mögulega samt. Ég meina, ef við erum að gera samning okkar á milli, við erum að fara að gera hérna eitthvað nýtt lagvarp og gera samning og ég segi þetta er trade secret. Það er engin endadagsetning og ég vil bara hafa royalty svo lengi sem þetta er gert. Þannig að ég held sér allt hægt. Það er eflust allt hægt í þessu sko. Þú gangur á þessu. Þetta var virkilega skemmtilegt input hjá þér, ég þakka fyrir. Já, skóla eins að stryga kjafti. Segðu mér á hvað treyta þetta? Sko, það stendur in the last 12 months earning $114,000. Já, þessi hlutur sem er verið að selja, þarna sér það, er með $114,000 á ári í tekjur af sölu á Listerine. Já. Og hvað fór þetta á? Ég sé nú ekki sko gangverið price tracker hérna síðasta verð $2,1 milljón $2,1 milljón. Já, þannig að sér það. Þannig að sko paybackið net operating profit nei hérna net operating income og þessu, það var gaman að skoða það. Renta virðist vera 114 hérna inn kaupi fyrir 2,1 þetta er einhver 18 ár sem að 18-19 ár sem þetta borgar sér tilbaka á nafnverði sko. En fyrir nei, þetta er 15,7 ár hérna, samkvæmt síðunni. Já. En þú varst að lausreikna. Nei, já, hérna er verðið. Þetta er selt á $1,7 milljón. Já, í dag kannski. Já. Nei, fyrra, þegar þetta gerist. Já. Sem er 15... Með sínir síðasta verð vera 2,1. Þannig að þetta er að hækka. Já, það. Býttu hvað ert þú að horfa á? Já, ég er að horfa nákvæmlega sama gráð þú. Já, hvað ertu með 2,1? Já, hérna, fyrir ofan. Þú ert ekki að skoða gráðið fyrir neðan einhvers þar. Nei, sko, sorry, við hefum ekki verið að tala um þetta. 2,1 er hæsti samnefnarinn, en það hefur ekkert farið á því. Já, ok. Herru, þar höfum við það. En þetta var skemmtilegt. Já. En Yngvi Dokkobit. Það er stutt í jólamaður. Það fer nú að styttast í að við fáum hann sem gest hérna til að fara aðeins yfir þessar rafrænu undirskriftir. Og það er alveg komin tími á að fólk bara svona átti sig á hversu mikinn tíma það er að spara. Já. Með þessu. Í tíma og pening í raun. Við erum búin að vera að brýna fyrir fólki. Ekki fara í viðskipti við neitt í dag. Ef hann ætlar að prenta eitthvað út og láta þið skrifa upp á það, skanna þið inn og senda. Þá ertu í viðskiptum við rámt fyrirtæki. Þetta á að vera rafrænt og þið sjáu þetta. Allir bankarnir eru með þetta rafrænt og ég held að allir bankarnir nota Dokkobit. Flest tryggingafélögin. Hvað fleira? Já, þetta er bara á leiðin út allt. Svo er náttúrulega Ísland.is líka. Fasteignasalar, bílasalar. Þannig að rafræn viðskipti. Kíkina á Dokkobit og stofna aðgang þar. Og þá ertu bara með þessi vopni í vopnabúrinu. Þetta er líka bara einhver sendir á þig, hérna, mail með Dokkobit, yes sir. Já,
1 sekúnda. Beint í viðskipti. Eitt af lokum. Ég hef mig grunar að vottarnir sé á leiðin út á Dokkubit. Við verðum að spyrja út í það. Eru þið að fara að drepa vottana? Að þurfu ekki lengur að votta pappíra? Einmitt. Við verðum að koma inn á það. Já. Einmitt, sko. En herðu, svo nú fleira hérna, Alvotech, úttektin, hún nú að klárast í dag. Já. Þessi síðari úttekt. Hún að klárast í dag? Já. Og sem sagt á föstudegi í dag. Já, 17. mars. Já. Og það hefur nú verið orðið á göttunni að þetta sé fara að hitna þarna undir þessu. Já. Og hérna menn að tala að það væri algjör skandall ef að þeir myndi ekki komast í gegnum þetta endurmat. Fengu náttúrulega höfnun. Já. Hvort það hefur í október fyrsta úttektin gerð. Þar voru einhverjir punktar sem var hérna bent á. Þeir réðu til sín einhvers konar gamla starfsmenn frá FDA sem sem sagt Food and Drug Administration í Bandaríkjunum til að skerpa á þessum ferlum og það fólk náttúrulega þekkir hvern krók og kima í þessu. En þekkir það, ekki bara allt undir með þetta? Það sem að fara að gerast núna er að fyrir 13. apríl mun FDA gefa út bara tilkynningu hvort þetta sé já eða nei. Ef já, þá er ekki ólíklegt að þú veist, þá er Alvotech að fara að tryggja sér $milljörðum í tekjur næstu 5 ár á þessu lyfi. Fá þetta markaðslyfi hérna. Ég las eitthvað write-up Alvotech á Reddit. Það í Borgatún Brask. Fór inn á það líka. Það einhver meistari inn í Borgatún Brask með geðveikar greiningar. Allána. Ég mig grunar að hann sé svo sami sem gerði þetta fyrir Síman, Origo. Þetta er allt sama grafíkin sko, þannig að þetta er sami aðli. Ég reynda þekki, það er náttúrulega auðvelt að sjá það bara með notendanamni sko. Ok, sorry. Nei, bara basically að segja, þú veist, þetta er dálítið svona, þetta óneitanlega minnir á Pfizer-dílinn. Já. Það er bara svona, það er einhvern veginn allt undir eða ekkert sko. Og Pfizer-dílinn var aftur hvað? Pfizer var bara hvort við myndum fá Pfizer hann undan öllum öðrum, manstu? Já, þú meina hann. Hvort það verið september 21 eða eitthvað. Já, en við fengum hann síðan ekki. Og þarna voru nú kúrekar búin að sko hólka sér inn á ICR til dæmis. Já, og við sáum bréfið hækka 40% þarna bara nokkrum dögum sko fyrir. Já. Svo náttúrulega fór þessi orðrómur á stað bara, já, hérna, það er bara að byrja að girða af Laugardalshöllina því að þá sprauta alla bara eftir helgi og allir voru bara hoppandi kátir og keyptu og svo bara koma fréttirnar og hann náttúrulega hríðfjall stokkurinn, sko. Já, skemmtilegt. Þannig að, hérna, og maður var að horfa á þetta bara í rauntíma á sínu tíma, sko. En þetta svona óneitanlega minnir á það sem er að gerast núna með Alvotech. Við þekkjum ekki, það er engar upplýsingar sem liggja fyrir almúanum, skilur, hvernig, þú veist, fyrir okkur er þetta bara dálítið 50-50. Það væri innherja upplýsingar eða ekki? Jú, það væri þá innherja upplýsingar. En menn er að tala það að þetta sé bara, þú veist, ef að þetta fer í gegn, þá erum við að sjá bara jafnvel 100% hækkun. Ef þetta fer ekki í gegn, þá getum við verið að sjá bara 50-70% hækkun. Þannig að þetta er mjög áhættusamt. Og sjálfsögðu ber að taka það fram að þetta er ekki fjárfestingaráðgjöf. Nei, við erum ekki í fjárfestingaráðgjöf en einu tægi þegar kemur að þessu. Ekkert frekar en við vorum í Chess After Dark, Drugs After Dark þegar við fórum þangað. Þá rættum við einmitt Alvotechin sko. En þetta verður áhugavert að sjá hvernig það spilast út og það er bara rétt mánuður þangað til að niðurstaða á að liggja fyrir. Þannig að hérna, þetta verður skemmtilegt að fylgjast með þessu. Mjög spennandi, skemmtilegt. Svo er náttúrulega líka, já, ertu með eitthvað fleira? Það er svo margt sem ég langar að segja, það er margt á blaði hérna. Ég ætlaði bara að spyrja, veistu hvernig miðlararnir takast á við þetta? Stressið. Já, núna, sko... Þeir eru að smyrja sig, spæsi túna og bröðkú. Það er bara... Þeir eru að vakta markaðinn og það er allt raut og grænt og allir með rauðgræna litblindu og þetta er upp og niður. Það eina sem menn skilja er bara, hvað er fokkin ostasalatið? Spæsi túna. Já, brauð og kó. Svo var einhver mannustjóri sem kom í gær, fór í gær, keypti þarna möndlu krossantinn. Allir að belgja sig út. Það er fyrir að hitna núna. Það er bara því að hafa ekki undan framleiðslu á 50 af þessum möndlu krossanti. Já, besti yfirmaður í heimi. Hann mætir að lokdags á 50 degi. Já, kaupir möndlu krossant og kemur með á föstudagsmorgni. Miðlarnir, pínu þunnir. Alveg vel þunnir. Og takast á við daginn. Segja það sko. Brauð og kó, þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið og hérna mælum líka með því að fara sjálfsögðu í lúuna bara á mótnana fyrir vinnu. Þarna efst á Laugaveginum. Rétta sig af. Rétta sig af, gott fyrir miðlaran sem er búin að vera á blindafyllir í kvöldi áður eða hádeginu áður kannski. Já. Þannig að við hvetjum samt alla.
til að fara í það, ekki bara miðlarna. En svo náttúrulega sko auðvitað verðum að koma inn á það, það er titringur, nú fólk bara að gera ráð fyrir 75 púnta hækkun aftur í Seðlabankanum. Nennum að klára það þannig. Nei, ok, skulum sleppa því, en þú veist, allir bankandir, það virðist vera einhugur þar 75 púnta hækkun, það verður áhugavert að fylgjast með því, allir með breytulegu vextina, brjálaðir og fleira, fleira og fleira, einhverjir munu svo gleðjast yfir því og þannig þetta bara. Nú, svo langar að dreipa á einu líka, kannski að lokum. Það að Steindi, Uddi og Egill Einars. Já. Þeir eru búin að stofna hlutafélag. Já, hamingju óskipti þeirra. Stór frétt hérna og til lukku með það. Þeir eru hérna ásamt Geir Gunnarsinni, markastjóra Myndform. Já. Sem í rauninni innflutningsaðili á koffíndrykk sem heitir Celsius. Og þetta félag kemur hérna samkvæmt frétt Vísis, stofnað í kringum heildsölu á koffíndrykknum. Sem að nýtur mikilvæg vinsælda hérlendis og á Norðurlöndum og sko, já, hvað, þú varst að fara að segja eitthvað? Ég var bara að googla þetta Celsius, þetta eru gráður, þetta ekki að hitamælum og eitthvað? Myndform? Nei, Celsius. Jésús. Skulum ekki fagna þessu þarna. Nei, þetta verður athyglisvert að fylgjast með þessu og þetta orðið náttúrulega gífulega samkeppni á þessu markaði. Þetta svona kannski frekar sein innkoma, en ef það einhverjir sem ég treysti fyrir markasetningu á slíku þá það þeir sko. Já. Þetta svona smá prime feelingur yfir þessu. Já. Áhrifavaldar erlendis sem að fóru að auglýsa prime. Já. Þú veist, þetta ekki bara trendin í dag? Jú, það bara einhver svona. Þetta future of business. Já. Þú byggir upp audience og svo finnur við til að lánsa vöru. Já. Það bara. Ég held að þetta sé frábær lokaorð. Já, þeir eru bara spila hárrétt. Þeir eru að lesa rétta uppskrift og þeir eru að matla eitthvað mjög gott. Ég er sammála því. Sérstaklega þakkir og rósti þeirra. Og rósti þeirra, það verður spennandi að fylgjast með þessu. Herðu, annars held ég að við séum bara að verða nokkuð tæmdir í dag. Var eitthvað svona fleira sem að bara góma? Nei. Eflaust eitthvað, en við komum þá bara inn á það seinna. Við erum búin í dag, verðum með ykkur aftur á þriðjudaginn. Það nú nokkuð góðu þáttu framöndan þá. Heyrðu, eigum við að vera með einhverja fyrirvara? Það einhver mesti Cowboys from Hell þáttur sem að... Það alvöru stemming. Nú alvöru stemming að vera í gang. Þetta eru hreinir vítiskúrikar. Og við þurfum bara að fá álit. Já. Hvað með þetta? Hvernig viltu fá það á pingjan.is? Nei, við erum með nýtt. Nú förum við... Heyrðu, segjum við svo lokið. Það verður nýjung á næsta þriðjudag. Já. Fylgist með. Segjum það. Já, bye.